Þeir tala bara það að það sé mikilvægt að þjóðin fá einhvern veginn að taka ákvörðun í því hvort að aðildarviðræður verði endurhafnar og að við tökum þetta svo lengra með stjórnarskrá. Það er aldrei, mér er aldrei sagt hvort að sá sem að ræðir vilji ganga í Evrópusambandið. Við erum bara alltaf rosalega hrifin af því að vera einhvern veginn að fara í aðildarviðræður en það er aldrei rætt það, já ég tel að við ættum að vera í Evrópusambandinu. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 27. janúar og það er þriðjudagur og þar af leiðandi erum við komin hérna saman. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á opnu streymi eða opinni veitu eins og YouTube eða einhverju slíku þá máttu endilega henda í að fylgja þættinum eða gera subscribe til þess að fá meldingu það þegar nýtt efni kemur út. En einnig máttu veita það að ef þú ert að hlusta á þetta á opnu streymi þá getur þú fengið þennan þátt samdægur sem ekki viku seinna og hlustað á þetta á pardus.is/einpæling en þar getur einnig fengið RSS-lekk þar sem þú getur hlustað á þetta í Apple Podcast eða öðrum hlaðvarpsveitum. Þannig að það er að gera það og það er bara 990 krónur á mánuði og það er ekkert sem að kostar 990 krónur á mánuði nema þetta hlaðvarp. Getur ekki einu sinni fengið hálfan Subway og eiginlega bara ekki nærrum því held ég núna sem er einmitt svolítið sem ég langar að tala hérna í dag, hvað allt er að verða dýrt og hvernig horfurnar eru svona framundan. En já, margt að gerast líka. Samfylkingin náttúrulega kaus sér nýjan leiðtoga í borginni sem er Pétur Marteinsson og Heiða Björg Hilmisdóttir heyrir svolítið svona sögunni til sem stjórnmálamaður sem eru búin að fylgjast með mér í gennum tíðina vita náttúrulega ég hef með ýmsar hugleiðingar það hvernig Heiða Björg Hilmisdóttir hefur hagað sínum málum á sínu stjórnmálaferli sem hefur oft á tíðum verið svolítið einkennilegt en ég ætla ekki að fara yfir það hér í dag. Hún náttúrulega bara núna er komin í þá stöðu að þurfa annarkvort að þiggja annað sætið, það er ekki komið fram núna þegar ég er að taka upp hérna klukkan er 9:40 þegar ég er að taka upp og það er ekkert komið fram hvað hún nákvæmlega hyggst gera. Það hlýtur að vera komið samt þegar ég gef þennan þátt út opinberlega en það er líka einmitt ástæðan fyrir því að þið eigið að vera með áskrift á pardus.is/einpæling. Það er til þess að vera með allt á hreinu þegar hlutirnir gerast. En já, Kristrún náttúrulega bar sigur úr býtum, var augljóslega að vonast til þess að Pétur Marteinsson myndi sigra þetta og að Heiða Björg Hilmisdóttir sem er svona, hvað að segja, gamla samfylkingin að sjálfsögðu er svona einföldun á þessu. Kristrún Frosta náttúrulega nýja samfylkingin og þetta var líka að segja þetta sé síðasti svona, já, þetta er ekki það síðasta sem er úr gömlu samfylkingunni en þetta er augljóslega högg á gömlu samfylkinguna. Það er augljóst að gamla samfylkingin er ekki eins og hún var. Það er svolítið áhugavert líka þegar maður horfir á þetta gamla nýja. Ég er með hérna Morgunblaðið fyrir fram með og þar er hérna grein eftir Dag B. Eggertsson þar sem hann er einmitt að hérna fjalla það að Kristrún hafi núna sett hérna Evrópumálana dagskrá og það er líka alltaf áhugavert að fylgjast með, já. Og pistillinn heitir bara hérna Evrópumálana dagskrá. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra lýsti því réttilega yfir í síðustu viku að tímabært væri að setja Evrópumálana dagskrá. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafði vikuna áður boðið þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu á vorþingi. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra sagðist aðspurð í bítinu á Bylgjunni á föstudag styðja að þjóðin fengi málið til sín með atkvæðagreiðslu og að hún vildi drífa í henni. Ég er reyndar alveg sammála því, ég vil drífa í þessari atkvæðagreiðslu en það kemur pínu og óvart að fólk sem vill ganga inn í Evrópusambandið sé að ýta eftir því að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla eigi sér stað. Guðlaugur Þór var með svolítið góða ræðu á Alþingi þar sem hann var einmitt að svara Þorgerði Katrínu, hún fór þarna yfir í löngu máli á síðasta þingfundi það af hverju það væri svo mikilvægt að við myndum svara þessa spurningu strax út af því að það væri svo mikil væri órói í alþjóðakerfinu eins og allir vita og
að Þorgerður Katrín sagði að það væri svik við þjóðina að leyfa henni ekki að kjósa aðild og ég vil ekki segja, ég tæki undir að þessi svik við þjóðina að leyfa henni ekki að kjósa þetta en eins vegar ég hlindur því að fáum að kjósa þetta en Gulli fór með svolítið góða ræðu þar sem hann svaraði þessu þar sem hann sagði einmitt sko að ok, þið eruð alveg með einhverja hugleiðingar það að það sé gott að kjósa núna út af því að það órói í alþjóðakerfinu en við skulum ekki gleyma því að það eina sem að þið hafið viljað á undanförnum árum að kjósa þetta alveg óháð því hvert hvað í gangi í alþjóðakerfinu. Virðulegi forseti, það hefur aldrei komið sekúnda í lífi hæstvirts ráðherra sem ekki verið rétti tímapunkturinn gangi í ESB. Aldrei. Ekki nema bara þegar hann var að spila, skiptir ekki máli, kannski á mjög unga aldri. Það alltaf rétti tími. Og hæstvirtur ráðherra segir, nú ætla að fara í málefnalega umræðu. Hæstvirtur ráðherra fékk 20 milljónir til þess að ýta undir umræðu. Hvað gerði hæstvirtur ráðherra við 20 milljónirnar? Braut lög opinber fjármál og gaf vini sínum 10 milljónir og einhverja samtök sem hún taldi að væri myndi ekki hjálpa þeim málstað að benda á það að hagsmunum Íslands sé ekki best borgið innan Evrópusambandsins. Þetta eru vinnubrögðin. Þetta eru vinnubrögðin, virðulegi forseti. Og hæstvirtur ráðherra þorir aldrei að tala um ESB. Þorir aldrei að tala um ESB. Og ég skora á hæstvirtur ráðherra að þora að mæta mig einhvern tímann í útvarpsþætti eða opinberum vettvangi til að ræða þau mál. Þannig að mér var svolítið góður punktur á Gulla að hann bendir svolítið á það að þau eru náttúrulega að reyna að nýta sér alþjóða eða svona óstöðuleika í alþjóðakerfinu frekar heldur en hitt að þetta sé svona einhver svona nauðsynleg forsenda fyrir því eða þess að atkvæðagreiðslan sé nauðsynleg forsenda til þess að geta náð einhverjum sönsum í alþjóðakerfinu. Það skiptir engu máli, Þorgerður Katrín var alltaf peppið yfir því óháð því hvort að Donald Trump væri að setja svolítið allt í háa loft eða ekki. Og mér þykir þetta svolítið áhugavert og það verður líka áhugavert að sjá hversu langt Kristrún Frostadóttir ætlar að ganga í því að, setja svona sitt á vogarskálarnar í því að ýta eftir atkvæðisgreiðslu, hvar hún ætlar að standa í því. En ég ætla líka að reyna að komast að því því að hún að koma hérna á föstudaginn eftir 3 daga. Það í dag 3 og hún að koma hérna á föstudaginn þar sem hún vonandi svarar þeirri spurningu þar sem ég ætla að reyna að fá það úr henni hvort að hún persónulega vilji ganga í Evrópusambandið eða þú veist, ég skil þetta alveg og það er líka reynda alltaf fyndið með þessi Evrópumál og eins og segi, þið með endilega ef þið eru að horfa á YouTube að með endilega gera subscribe að þessa rás út af því að alltaf þegar ég tala um Evrópusambandið að þá lenda allir vídeóum mín í einhverjum einkennilegum ferlum. Ég má bæði ekki kaupa dreifingu á slík myndbönd og líka þegar ég fæ fullt af lækum eða þess að þetta fólk hakar í læk að þá hverfa þau eftir svona 2 sólarhringa. Þetta er mjög sérstakt en ég er búin að taka eftir því að alltaf þegar ég tala um Evrópumálin að þá gerist eitthvað skrítið við myndböndin. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Og þetta ekki þannig að að þið sé eitthvað að segja að ég megi ekki gera eitthvað. Ég upplifði þetta náttúrulega líka þegar ég var að tala mjög mikið COVID á gömlu YouTube-brásinu minni. Alltaf þegar ég talaði um COVID og þá einhvern veginn þeir sögðu aldrei beint við mig að þeir væru að banna mér þetta. Þeir segja þetta við mig í dag þeir segja að banna þetta þegar ég er að tala um Evrópusambandi. En þeir segja að það sé svona eitthvað eða eitthvað, þú veist, þeir segja aldrei beint við mig í rauninni að
að það sé eitthvað bannað, eða gerðu það ekki þegar ég var að tala um COVID. Og það svolítið sama upp á teningnum með myndbönduna sem ég er að tala um Evrópumálin, að undanskildu því þegar þeir segja bara hreint við mig að það, ég megi ekki fjalla með Evrópusambandið. En ég hef svo sem rætt þetta annars staðar líka. En já, þetta er áhugavert það sem ég ætla að segja með Evrópusambandið og Viðreisn og fleiri. Þeir tala aldrei þeir tala bara það að það sé mikilvægt að þjóðin fá einhvern veginn að taka ákvörðun í því hvort að aðildarviðræður verði endurhafnar og að við tökum þetta svo lengra með stjórnarskrá. Mér er aldrei sagt hvort að sá sem að ræðir vilji ganga í Evrópusambandið. Þeir eru bara alltaf rosalega hrifin af því að vera einhvern veginn að fara í aðildarviðræður, en það er aldrei rætt það, já, ég tel að við ættum að vera í Evrópusambandinu. Það er reyndar alveg hægt að færa rök fyrir því að þó svo að ég sé ekki peppaður yfir því. Ég var að sjá núna í dag að ég held að þetta sé núna einhvers staðar í Morgunblaðinu, en ég var að sjá þetta annars staðar í fréttum líka, þar sem að Von der Leyen var að ræða við Narendra Modi það að gera fríverslunarsamning við Indland, en eins og margir vita þá er ég náttúrulega mjög hrifinn af Indlandi og ég tel að Indland sé miklu líklegra til þess að vera næsta stórveldi frekar heldur en Kína, og það verði mjög áhugavert að fylgjast með Indlandi á næstu árum. Ég farið hana 4 sinnum langar með að segja, 2012, 15, 18, 3 eða 4 sinnum. Finnst þess að sé 4 sinnum, finnst þess að sé að gleyma einu. En allavega á Indlandi þá sem sagt hefur verið ótrúlegt að fylgjast með framþróun. Ég þarf alveg að fara að drífa mig aftur, það er alltaf langt síðan ég fór, en það er ótrúlegt að fylgjast með framþróuninu sem hefur verið í hverju skrifi. Náttúrulega í fyrsta skipti sem ég kom það var mjög mikil örbirgð og erfitt, en aftur á móti þá var svona hlutfallslega jákvæðu teiknin alveg gríðarleg, og ég mæli með að fara til Indlands ef að fólk er eitthvað að huga því að skoða heiminn út frá öðru sjónarhorni heldur en tenni, að kíkja þangað. En aðeins það sem ég var að ræða í síðasta þætti, og já, ég biðst velvirðingar á að hafa ekki verið með 50. þátt, í staðinn kom út að nýta 2,5 tíma með Brynjari Níelsinni, þannig ég efast ekki að mínir fylgjendur hafi fyrirgefið með það, en vegna óviðráðanlegra ástæðna þá gat ég ekki tekið upp þátt. En já, það sem ég var að tala þriðjudaginn í síðustu viku var þessi samdráttur og framleiðslueiningar, kulnun og fleira, þar sem ég var að ræða það bara hvaða áhrif það hefði að vera með óvirkar framleiðslueiningar, og þá er ég að tala um framleiðslueiningar sem starfsmenn í því umhverfi sem við erum með í dag. Og núna er náttúrulega samdráttur í ferðaþjónustunni sem að verður mjög áhugavert að fylgjast með. Það mun alveg 100% aukast hér atvinnuleysi, og eins og ég hef rætt áður að þá eru mjög margir útlendingar á svo virðist sem að eru í útlöndum en kaupa sér farmiða fljótt þegar þeir fá símhringu frá Vinnumálastofnun það að þeir eru að koma á hvers kyns fund. Þetta er eitthvað sem að erlendir aðilar hafa sagt mér að sé miklu meira heldur en að hinn almenni Íslendingur gerir sér grein fyrir, og þegar að atvinnuleysi mun koma til með að aukast þá verður mjög áhugavert að fylgjast með því hvort að við tökum á þessum vanda samhliða, eða í það minnsta rannsökum nákvæmlega hvað sé að eiga sér stað. En ferðaþjónustan kvartar yfir því að framboðið sé að aukast á gistingum. Mér hefur alltaf reynda fundist til skrítið alltaf þegar það er samdráttur í ferðaþjónustunni, þá virðist samt vera einhvern veginn að allir séu að reyna að byggja upp einhver ný hótel. Greinilega mikil svona kúrekastemming í þessum bransa, en það sem er áhugavert er að þeir kvarta yfir því að árstíðarmunurinn sé að breytast. Ég kann ekki nákvæmlega að fara með þetta, en eins og ég skil þetta þá er þetta þannig að þeir sem eru núna að bóka séu líklegri til þess að bóka á sumartímanum, sem er einhvern veginn líklegast sá sem að fyllist alltaf, en erfiðlega sé að dreifa álaginu, og það sé mikið áhyggjuefni fyrir ferðaþjónustuna. Ég kann ekki nákvæmlega að fara með það, en hins vegar þá gerir maður sér grein fyrir því að atvinnuleysi mun þá koma til með að aukast, lífskjör mun koma til með að verða verri. Við náttúrulega þurfum á ferðamönnunum að halda til þess að vera með
aukið framboð á ýmsum matvöru og fleiru. Það mun náttúrulega koma til með að minnka, þjónusta mun að einhverju leyti minnka á svona, ónauðsynlegum hlutum, en aftur á móti eitthvað sem er gaman að hafa. Þannig að það verður mjög áhugavert að fylgjast með þessu, en það sem að ég vil samt einbeita mér að í dag, núna þegar ég er búinn að fara aðeins yfir svona þetta helsta sem er á döfinni og í gangi, að það er polarisering eða sundrung, og þetta er hugtak sem að mér hefur þótt svona svolítið sérkennilegt í almennri umræðu hér á landi, þó svo að sé eitthvað, eða það er að segja að fólk sem að færi rök fyrir því að þetta sé áhyggjuefni hafa eitthvað til síns máls, að þá er þetta oft á tíðum líka dulbúið stjórnlyndi, og þá stjórnlyndi sérstaklega varðar það hvað megi ræða og hvernig megi ræða það og á hvaða tímum megi ræða. Það hefur svona borið á því sérstaklega svona, langar að segja svona síðastliðin 3-4 ár, að þessu orðið er einhvern veginn svona slengt fram þegar að fólk er á ólíkum skoðunum, og að þetta sé náttúrulega allt í mjög mörgum tilfellum til dæmis hatur, og það sé verið að spúa hatrið og fleira, og það á alveg stundum rétt á sér. Það er alveg rétt að það er stundum bara fólk sem er með mjög annarlegar skoðanir sem er að setja þær fram á ógeðfelldan máta, en það er sett samt undir sama hatt og mörg bara mjög eðlilega, margar svona eðlileg sjónamið sem er ekkert eitthvað sem að fólk á endilega kallar sundrung, en er samt kallar sundrung. Þið sjáu þetta bara til dæmis með eins og Snorra Másson. Snorri Másson kemur með bara svona, oft og tíðum hvassa gagnrýni, en hins vegar mjög eðlilega gagnrýni, og sérstaklega þegar maður horfir til þess að hann er kosinn af sínum umbjóðendum, að þá er mjög eðlilegt að hann sé að bera fram einhvers konar áhyggjur, og þá í krafti þess að mörgum öðrum kunni að þykja hið sama. En það er kallað bara sundrung, og það er bara sundrung og við þurfum að hafa áhyggjur af því, og hann er að spúa hatrið, en athugið það að í flestum tilfellum er þetta sett fram til þess nákvæmlega að fólk ræði þetta ekki. Og til þess að leggja smá grunn að þessu, það er mér langar að tala um þetta alveg mikið, ég er hérna með pælingar eftir Pál Skúlason. Þetta eru 2 rit, annars vegar ég er með pælingar 2. Þetta er töluvert styttra rit heldur en pælingar 1. Ég mæli eindregið, ef þið eigið lítinn hugsuð heima eða langar náttúrulega að lesa þetta sjálf, að þá mæli ég eindregið með þessu. Ég hef mikið verið að pæla í þessu og mér finnst mjög gaman reyndar að þetta heiti pælingar. Ég vissi ekki af þessum ritum fyrir áður en að nafn hlaðvarpsins var ákveðið, en Páll Skúlason er með þessar pælingar sem að á vel við í þessu hlaðvarpi, þó svo að það séu engin tengslan á milli. Ég hafði ekki einu sinni verið mikið búinn að vera að pæla. Ég vissi hver hann var áður en ég byrjaði með þetta hlaðvarp, en hafði ekki mikið pælt í honum. En ég mæli eindregið með út af því að þetta er eitthvað sem að ég tel að allir ættu að lesa. Þetta sýnir manni líka innsýn inn í svona stjórnmálana einhverju leyti á þeim tíma. Þetta kemur út fyrst 1987 ef ég er að muna það rétt. Fyrsta prentun er 1987, önnur prentun 1992 og svo þriðja prentun sem er þetta sem ég er held ég með 2019. Og þetta eru frábær rit, pælingar 1 og 2 og reyndar allt sem að Páll Skúlason kemur með frá sér. Og ég vil líka samt benda á það að þó svo að ég sé að fara yfir nokkur svona hugleiðingar Páls í þessu hlaðvarpi, að þá er ég nokkuð viss að hann hefði ekkert verið endilega sammála mér það hvað hann myndi ekki leggja þetta endilega fram eins og ég er að fara að gera í dag, en hins vegar þá er þetta eitthvað sem að mér dettur í hug, og það er einmitt það sem er svo frábært við þessi rit, er að þau láta þig hugsa út fyrir ramman og láta þig hugsa kannski ekkert endilega beinir sjónum að ýmsum hugleiðingum sem að Páll er kannski ekkert endilega að huga að þegar hann lætur mann heyra það. Og það er svolítið svona eins og að lesa 1984, það túlkaði allir á sinn máta og sem að gera það náttúrulega einstaklega skemmtilegt. En hey chance sundrung. Ég ætla að leyfa ykkur að hlusta þetta og svo heldum við áfram.
From this, you could probably tell that I still think like a Marxist, which I do. Yes. You believe in the dialectic. Yes, and in the materialist conception of history. Yeah, I do that. The end of the Cold War really buggered everything up, didn't it? Yes, it did, but it was a huge release of human energy. Huge release of human energy and emancipation. It was a great day, November 9th, 1989. I have on my, just behind me, you can see it, a chunk of the Berlin Wall on my mantelpiece. And I was in Romania to see the end of the Ceausescu regime, the worst of them all. And it materializes my view that human nature is actually incompatible with dictatorship and slavery. Conflict is intrinsic to human history. Yes. And there will be some further conflict. Many people say it has already begun, and it's the conflict between the West and sort of Islamofascism. Do you think that is a conflict which can be lost by the West? Well, first on conflict, you're completely right. It's unavoidable, and I'm glad of that because I think it's desirable. Especially in the United States, there's a huge privilege given to the word unity or unification, partly because it's a very various and multifarious society. There's a big need for good manners. But if you say, I'm a unifier, not a divider, you expect and you usually get applause. I'm a divider. I think only division can cause progress. People say, the politics of division. Politics is division by definition. If there was no disagreement, if there was no fight, there'd be no politics. So the illusion of unity isn't worth having, and anyway it's unattainable. What I do think of as the greatest crisis, greatest conflict at present is, it's a version of the old conflict, which is between totalitarianism and free thought, which is, in other words, between theocracy and the Enlightenment, and the form in which this is currently being played out, you could define as the West versus Islam, but it's not quite so. Within many Islamic countries, there are people who have a greater respect for pluralism than there are people in Britain who would like to censor me for criticizing Islam, for example. But roughly you described the outlines correctly. Yes, I refuse to be told what to think or how, let alone what to say or write by anybody, but most certainly not by people who claim the authority of fabricated works of primeval myth and fiction and want me to believe that these are divine. That I won't have. That's the original repudiation. The first rebellion against mental slavery comes from saying, this is man-made, it's not divine. And to be clear, Og ég leta eins fylgja smá formála og eftirmála eftir að hann talar þannig að sundrungana, en þannig sko kannski eitthvað sem að mér þykir alltaf mjög mikilvægt að huga að, eitthvað sem ég hef reynda rætt náttúrulega að sundrung sko grunnforsenda allra framfara og það enga framfarir án sundrungar. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Og þetta náttúrulega líka eitthvað sem Aldous Huxley fjallar í Brave New World, þar sem alveg ef þú bara fínstillir allar tilfinningar, allar skoðanir og allar athafnir, allra einstaklinga, að þá það náttúrulega orðið stjórnlyndi. Og ég held að stjórnlyndi sé eitthvað sem mjög mikilvægt orð í því þegar að fólk að huga að sundrungu, því að oft á tíðum þá þetta stjórnlyndir aðilar að biðja þig það að vera ekki að segja þínar eigin skoðanir út af því að þú átt að hafa ákveðin ótta og vera óttaslegin gagnvart því að styggja ákveðin sjónarmið sem að segjast vera hinn réttu sjónarmið og að það megi ekki efast þau. Og þá ég ekkert að segja að það sé ekki til skítalar á internetinu sem að bera fram einhver ömurleg sjónarmið og jafnvel ógeðsleg sjónarmið það að ákveðnir minnihlutahópar séu bara einhver viðbjóðir og kakkalakar og eitthvað þannig. Hins vegar að þá þetta eins og ég var að segja áðan, þá þetta yfirfært yfir svo vítt mengi þar sem jafnvel fólk sem að bera fram mjög eðlilegar skoðanir samfélagsbreytingar sem að eiga sér stað í nærumhverfi þessum ræðir,
að þá ekki bara hægt að afgreiða það sem sundrungu, en það hins vegar eitthvað sem hefur verið að gerast og það líklega ástæðan fyrir því að eins og þegar við horfum til Svíþjóðar, Bretlands eða annarra svona ríkja, Þýskalands, Frakklands og þessara svona Vestur-Evrópu ríkja að þetta allt ríki sem eru búin að missa tök á sínum útlendingamálum með mjög fyrirsjáanlegum afleiðingum að sjálfsögðu sem hefur verið að móta grundvöll fyrir ýmis öfl sem gætu verið sundrungaröfl sem eru varhugaverð. Þannig að þetta er mjög skrítin staða sem Vestur-Evrópa komin í, sérstaklega gagnvart útlendingamálum, og það sjá það náttúrulega núna að þetta eitthvað sem þarf að laga, en svo bara spurning hvort að það sé of seint í rassinn gripið fyrir eins og Svíþjóð sem ég tel að séu óumflýjanlega að fara að sjá einhvers konar átök á næstunni, og þá ég ekki að tala málefnaleg átök. En það bara áhugavert að náttúrulega fylgjast með því, bara heimurinn að breytast alveg gríðarlega hratt og miklu hraðar heldur en kannski margir myndu vona. Fólk að segja svona, ég meina Hitler var kosinn inn og þar leiðandi á að gera Trump, og ég svona, Trump samt held ég ekki svo slæmur, og ég þrátt verið það að hann sé ekki sá stjórnmálamaður sem ég kannski hrifnastur af, að þá hann kosinn af sínum kjósendum sem báðu að hluta til það sem hann að gera, hluta til augljóslega ekki, og þar að leiðandi hann náttúrulega aðeins að draga í land. Það náttúrulega núna verið að tala Minnesota, þar sem hann að draga í land, og það einhver fáránlegar aðgerðir þar að svo virðist sem mun koma til með að hafa slæm áhrif á hans stjórnmálaferil og jafnvel hafa áhrif á það hvernig honum vegnar í kosningum sem núna midterms, þar sem hann gæti mist þingið og öldungadeildina, og þá það hægt að þá sem sagt framkvæmdavaldinu settar miklar hömlur, en ég ekkert að vera að tala um það í dag. En hins vegar þá gott kannski að hafa það í huga að þegar heimurinn að breyta svona mikið, að þá það náttúrulega eins og ég segi með sundrungu sem við horfum fram á framfarir, og sú sundrung eykst bara þegar að fólk að reyna að tefja það að fólk eigi einhvers konar málefnilegar samræður samfélagsþróun. Og ég ætla að fjalla aðeins þetta, eins og segi, pælingar 2 hérna eftir Pál Skúlason, og ég ætla að lesa, og eins og segi, þið verðið að kaupa ykkur þessa bók út af því að hún alveg frábær, og ég ætla að ræða eins umræðuhefð, og það hann fjallar umræðuhefð hérna í þessu riti, og það hann einmitt að tala um það hvernig svona umræðuhefðin hefur breyst á þessum tíma. Ég veit ekki hvort það sé úr uppfærðu riti, en hann náttúrulega lést held ég 2015, þannig að þetta gefið út eftir að hann fallinn frá, þannig að þetta annarkvort skrifað 1992 eða 87, en hann skrifar hér: Eitt mikilvægasta einkenni þeirra löngu og margbrotnu umræðu og bókmenntahefðar sem býr í heimspekinni að baki einmitt ágreiningurinn. Og hann heldur áfram hérna. Sá ágreiningur sem klýfur heimspekina í ólíkar stefnur og skóla snýst ekki aðeins skýrar hugmyndir, skoðanir og rök, heldur einnig og ekki síður tjáningamáta, stíl, hugsunarhátt og endingu heimspekina sjálfa. Þá hugsun sem sífellt gerir ágreining. Svo segir hann aðeins hér að neðan: Ef á hinn bóginn tekið tillit til þeirra staðreyndar að heimspekin margbrotin umræðu og bókmenntahefð, þá blasir við að ágreiningurinn sjálf lífæð heimspekilegra fræða, þó að stundum sé hann vissulega ekki merki annað en ófrjóa stöðnun. Og þessi ófrjóa stöðnun eitthvað sem ég langar aðeins að ræða, út af því að þegar þú ert ekki með ágreining og þegar þú leifir ekki, sumir hafa lýst þessu að tappa af þegar þú ert með að halda pottlokkin á einhverju umræðu og svo tappar af, en ef þú ert með fyrirkomulag þar sem að fólk ekki að segja sína skoðun, og einmitt með skoðanakúgun sem að réttrúnaðurinn hefur tekist að halda niðri allt á langt skeið, að þá færðu þessa ófrjóa stöðnun, og þessi ófrjóa stöðnun leiðir til verri lífskjara, og þessi verri lífskjör leiða til meiri óbilgirni gagnvart nágrannanum og meiri svona óþreyju gagnvart lífinu sjálfu,
og þetta leiðir til þess að já, fólk fer í einhvers konar átök sem eru ekki á málefnalegum grundvelli og fyrir mér þetta mjög augljóst og ég tel, og hann einmitt að ræða þetta, að það sé þessi ágreiningur sem er nauðsynleg forsenda fyrir framförum og einmitt að fólk eigi heimspekilegar samræður það og samfélagsmál og fleira og kannski í sum tilfellum ópólitískar jafnvel, þar sem að fólk eins og ég held að það ætti að vera ópólitískt, að við höfum ekki að vera inngilda sjónarmið sem að koma frá Mið-Austurlöndum inn í íslenskt samfélag, við höfum ekki að vera inngilda það að konur eigi það hættu að vera sæta ofbeldi, gerist þær uppvísar það að vera ekki í búrku eða með einhverja slæðu yfir höfðinu. Mjög náttúrulega sérkennilega samræður sem eiga sér stað í kringum þetta allt og sko, nú ég ekkert eitthvað svakalega íhaldsamur persónulega, en hins vegar þá hef ég svona aðeins verið að huga að sko íhaldssemi sem að þetta svona tvíeggi. Ég man að Heiðar Guðjónsson sagði einhver tímann í hlaðvarpi með mér fyrir einhverjum árum að að þeir sem að væru ólíklegastir til þess að ég að parafreysa eins og það heitir á ensku. Hann sagði eitthvað á það leið að þeir sem að væru alltaf verið að halda í einhverja stöðnun og teldu að samfélagið myndi haldast óbreytt vera líklega svona ólíklegastir til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir og ég hugsaði ekkert mikið þetta þá, en þetta svona sat aðeins í mér þegar hann sagði þetta og ég held að þetta sé rétt. Ég held að fólk sem að svona krefst stöðnunar og krefst óbreytts ástands sé ólíklegast fyrsta lagi til þess að taka réttar ákvarðanir, en líka óumflýjanlega munu ekki hafa rétt fyrir sér. En hins vegar þegar við sko ræðum íhaldssemi, ef við tökum aftur Snorra Másson sem náttúrulega mikilvægt að breyta í íslenskum stjórnmálum í dag, að þegar hann til dæmis að tala íslenska tungu, það er óumflýjanlegt að hann mun aldrei fá þakkir fyrir það ef að við höldum í íslenska tungu í meira mæli. Og það sem hefur verið svolítið svona sérstakt með íhaldssemina að þegar að hún kemur, þegar að mikla samfélagsbreytingar eiga sér stað og íhaldsmennir segja þau ekki aðeins að hægja á okkur, að þá fá þeir aldrei þakkir fyrir það að hægja á einhverju samfélagslegri þróun. Hins vegar erum við með hina sem eru bara algerlega, þetta bara einhvern veginn og þetta breytist allt. Maður heyrir þetta þegar fólk til að segja að tungumálið bara þróast. Ég held að það sé líka einstaklingar sem að hafi í öllum tilvikum rangt fyrir sér, út af því að þeir einfaldlega samfélagið þróast á jákvæðan hátt, einmitt með vísan í það að við tökum góðar ákvarðanir með þeim aðföngum sem við höfum úr að móða hverju sinni. Það er að segja að við erum með einhverja ákveðna Íslendinga, við erum með ákveðnar stoðir, við erum með ákveðin viðmið, við erum með ákveðin gildi. Fólk til dæmis, ef það væri bara stjórnarskrá og ákveðin viðmið sem að þyrfti að vera skráðin niður sem að myndi gera samfélagi jafn gott og Íslandi að þá myndi bara ríki í Afríku bara taka upp okkar stjórnarfar og segja bara núna förum við eftir þessu í dag. Ástæðan fyrir því til þess að Ísland gott í dag að það þetta hljóðláta samþykki sem að við byggjum okkar samfélagssáttmála á, sem að bara í miklu færri löndum heldur en að við myndum vona. Þannig að við erum með eitthvað sem brothætt í höndunum og þegar við erum að tala fólk sem að segja bara samfélagið þróast bara einhvern veginn. Þetta bara, við bara sjáum hvað gerist. Það nánast í öllum tilvikum fólk sem hefur rangt fyrir sér. En hins vegar eru íhaldsmennirnir, þó svo þeir hafa ekki jafn rangt fyrir sér, að þeir fá það á þá tilfinninguna að þeir geti svona viðhaldið ákveðinu stöðnun sem að sjálfsögðu rangt. Hins vegar mega íhaldsmennir eiga það að þeir geti oft sett hluti í þann farveg að við tökum skynsamlegar ákvarðanir. En eins og við erum að sjá fólk sem svona helst til fagnar, langar að segja fjölbreytileikar, menn sem að fagnar einhvers konar svona rétttrúnaði náttúrulega og stjórnlyndi sem að krefst þess að allir séu
sammála þeim með hótunum það að þeir ræniði lífsviðurværinu með internet árásum ef að þú ert ekki tilbúin til þess að gefa eftir, að það er fólk sem hefur haft 100% rangt fyrir sér í öllum tilvikum. En hérna, ég er svo búin að ræða það svona 100 sinnum. Ég er með nokkra aðra hluti hérna. Sko, hann talar líka fræðin, hann Páll Skúlason, í þessu riti, og sko, hann talar sko, verkefni heimspekinnar, og það er reyndar eitt í þessu líka sem að ég fór mjög mikið að hugsa þegar ég fór að lesa þetta, er sko að núna náttúrulega í mörgum tilvikum þegar fólk hugar að svona félagsvísindunum og annað, að þá er svona brosað út í annað, og ég skil það mjög vel. En mér þykir alveg ótrúlega leiðilegt því að sko félagsvísindin svona í gegnum tíðina áður en að svona, já, Foucaultismi og svona einstrengislegur postmodernismi, ég er ekki tilbúin til þess að ýta postmodernismannum algjörlega út af borðinu út af því að ég held að hann sé alveg hentugt tól í sumum tilfellum eins og Baudrillard og hérna Jameson og fleiri sem eru þeir fræðimenn sem að mótuðu postmodernisma mikið, en hins vegar þessi Foucaultismi sem er náttúrulega bara algjör della og fleira, eftir að þeir fóru að smitast yfir í öll sviði félagsvísindana, að þá fóru náttúrulega að grafa undan þeim, og þetta hefur leitt til þess að fólk einhvern veginn svona hlær eða brosir út í annað réttilega í mörgum tilfellum. En ég fór að bara huga þessum hugvísindum og félagsvísindum þegar ég var að lesa þessa bók, og það er alveg ógrynni af ótrúlega mikilvægum þáttum það hvernig við höfum mótað okkar samfélag og hvernig ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem að við hugum að þegar við erum að horfa á mannlegt eðli og annað. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þannig að það er alveg, en ég vona nú að verði hægt að vinda ofan að þessu, en það er náttúrulega búið að eyðileggja svolítið fyrir félagsvísindunum, en þegar að Páll Skúlason er að skrifa, þá var ekki búið að því, og þar alveg ertu með frábærsta rit sem er þessar pælingar. En já, það er sko, og það er einmitt með tilliti til þess einmitt þegar hann er að ræða hérna sannleikan og veruleikan, og það er náttúrulega eitthvað sem hefur oft á tíðum feminísk fræði sko, ganga svo langt og það kallar vísindalegan sannleik, og maður sér þetta þegar maður er að horfa einhver svona umræður og samfélagsmiðlum eða eitthvað þannig að það er sko, já, nei, þetta er hérna í rannsókn eftir eitthvað they-them dæmi, og hérna þau komust að því að þetta væri vísindalega sannað að konur og karlar séu bara ekki með nein líffræðilegan eða svo þetta er ekki mismunandi á neinn hátt líffræðilega, og þetta er bara eitthvað sem fólk tók þátt í. Og þar af leiðandi erum við með félagsvísindi sem eru særð, en ég vona eins og segja að við vinnum okkur út í því. En í sambandi við félagsvísindi og heimspeki að þá segir Páll Skúlason við munum aldrei höndla allan sannleikan veruleikan og sjálf okkur. Líf okkar verður aldrei fullmótað í ljósi fræðanna og skynseminnar. Við munum aldrei hafa aðgang að öllum rökum og sannindum sem að máli kunna að skipta. Í þessum skilningi er heimspekin óraunsæ viðleitni, krafa sem aldrei nær fyllilega fram að ganga. Sá sem ekki sýnir þessa viðleitni og reynir ekki að verða við þessari kröfu, stundar á hinn bóginn ekki heimspeki. Þetta er höfuð kennimörk heimspekingsins, og ég myndi ganga lengra í þessum efnum og segja að þetta eru félagsvísindin í heild. Félagsvísindin eru ekki eins og raunvísindi, og meira þess að sko raunvísindagreinar ganga ekki svo langt að segja að þessu gangi að þau séu að meðhandla sannleikan.
hins vegar það náttúrulega bara upp á pallborðinu og kannski líka út af því að þetta eru svo bersýnilega ekki vísindi eins og kynjafræðin og svona oft þessi hinsegin fræði og því miður fötlunarfræði og fleiri fræði, þetta eru svo augljóslega ekki vísindi að krafan verður einhvern veginn þeimun sterkari að kalla þetta vísindi, að kalla þetta hérna eitthvað sem við erum hérna með fullkomlega og þar af leiðandi má ekki efast það og náttúrulega, eins og ég segi, í flestum tilfellum þegar að hérna fólk að segjast vera haldberar sannleikans að þá þeir í 100% tilfellum í fyrsta lagi að hafa rangt fyrir sér en líka á maður þetta athuga það að þau hafa jafnvel enn fremur rangt fyrir sér einmitt út af því að það gengið, þetta svona svolítið eins og bluff í póker þegar einhver fer bara all in á törninu þegar að hérna eitthvað svona blank spil kemur upp að þá það oft einhvers konar bluff út af því að manneskjan hrædd það að þú munir kalla fyrir þá sem að spila eða hafa spilað póker en hérna ég ætla að lesa fyrir ykkur út af því að ég hérna þetta ekkert endilega umræðefnið þó svo að sé að einhverju leiti en ég tók út svona nokkra búta ég var að lesa þessa bók helgina og náði að klára hana og ég með hérna nokkrar hugleiðingar á blaðsíðu 66, 70 og 74 og 77 og ég hérna mér langar eiginlega bara að lesa það fyrir ykkur út af því að mér finnst það mikilvægt að hérna að fólk hugi að þessum efnum en líka að kaupa þessa bók og ég hef enga hagsmuna að gæta, ég ekki hjá þessu forlagi eða hérna ég ekki studdur eða neitt, ég bara að reyna að styðja við baki á því að fólk lesi þetta frábæra rit en hérna hann fjallar sér dygðir og lesti og þetta hefur aðeins með stjórnmálamenn að gera og mér finnst ég var að horfa á Silfrið í gær og það var það sem að ég var að huga að líka þegar ég var að lesa bókina helgin og í gærkvöldi að maður var að horfa á Silfrið og María Rut kom hana og sagði að það væri svo frábært hvað stjórnmálamennir okkar væru að gera gott og að það væri einhvern veginn ekki áhyggjur af efnahagskerfinu en þurfti náttúrulega samt að viðurkenna að það væri eitthvað að í efnahagskerfinu og að þeir skattar sem hefðu verið lagðir hefðu ekki skilað sér inn í ríkiskassan og myndu ekki skilað sér inn í ríkiskassan hins vegar væri mikið hugrekki í því að þora að ganga langt í því að leggja aukna skatta til þess að fara í einhver innviðauppbyggingu og ég hugsaði með mér þegar hún sagði þetta bara, býtu nú við, Þorgerður Katrín þannig að þegar þær koma saman hvað var þetta ekki 30. nóvember ég að rugla mér finnst þess að hafi komið saman 30. nóvember og hafið störf einhver stötu síðar og þar var Inga Sæland náttúrulega með sinn texta og Kristrún Frosta með sinn texta Þorgerður Katrín fekk aftur á móti að segja að það væri engir skattar sem yrðu lagðir á venjulegt fólk og vinnandi fólk, bara engir skattar og svo aftur á móti lið rétt rúmt ár og þá kemur María Rut í Silfrið og segir að þessi hugrekki hvað ríkisstjórnin þorði að setja mikla skatta til þess að fara í mikla innviðauppbyggingu þrátt verið það að þessi peningar sem að þarf í innviðauppbygginguna eru ekki að fara að skila sér inn í ríkiskassan. Hefur því miður beiska reynslu af því að það eru tekin gjöld sem eiga að fara í ákveðna uppbyggingu og það hefur ekki skilað sér. Núna reynir bara á okkur sem að stöndum að þessari ríkisstjórn að standa við okkur og eru til dæmis þessi hærri veiðigjöld eru þau að fara að skila sér í bættar ekki til Vestmanna ekki til Vestmanna ég ætla að segja það til dæmis bara til dæmis þetta er mjög einföld pólitík til dæmis bara í viðhaldi var ekki króna í samgöngumál til Vestmanna 12 milljörðum á ári í 20 það eru 7 á ári. Þetta skiptir máli til að stöðva þessa blæðingu þannig að við getum farið á stað og taka stórar ákvarðanir. Ég var í gær að keyra frá Kaupmannahöfn til Malmö að sjá stórkostlegan handboltaleik og keyrði yfir brúna, yfir Eiríksund og ég hugsaði þegar ég var að keyra yfir þessu brú vá hvað þetta hefur verið stór og hugrekk ákvörðun á sínum tíma að fara í þessa innviðaframkvæmd sem að hefur væntanlega skilað sér margfalt tilbaka. Ég sakna þess pínu að við í pólitíkinni getum tekið svona stórar ákvarðanir fram á veginn fyrir næstu kynslóðir. Það kostar sannarlega sitt en ég held að þessi ríkisstjórn sé með augun nákvæmlega á þessum boltum, taka til í ríkisfjármálunum, koma böndum á hallareksturinn
til þess að eiga afgang, til þess að fara fjárfesta og skila innviðunum þannig að þeir séu ásættilegir og vegna þess að við erum auðvitað líka bara í samkeppni við heiminn. Þannig að við erum komin af því úr því að segja að við ætlum ekki að leggja skatta á vinnandi fólk í það að sé hugrekki að leggja skatta á vinnandi fólk til þess að fara í innviðuppbyggingu. Mér þykir þetta vera svakalega sérstakt og sko, já, það með stjórnmála náttúrulega að sko, völd eru, já, hvað er það, vald spillir og gjörsamt vald gjörspillir, ég man nú ekki hver sagði þetta, en í þessi ljósi sko að núna þegar við erum komin með ríkis... Hefur því miður beiska reynslu af því að það eru tekin gjöld sem eiga að fara í ákveðna uppbyggingu og það hefur ekki skilið sér. Núna reynir bara á okkur sem að stöndum að þessari ríkisstjórn að standa við okkur. Eru til dæmis þessi hærri veiðigjöld, eru þau að fara að skila sér í bættar... Ekki til Vestmannaeyja? Sko, ekki til ég ætla að segja það, til dæmis ekki bara... króna, sko. Til dæmis, þetta er mjög einföld pólitík Nei, til dæmis bara Vestmannaeyja. í viðhaldi Það er ekki króna í samgöngumál til Vestmannaeyja. Þá erum við að fara 12 milljörðum á ári í 20. Það eru 7 á ári. Þetta skiptir máli til að stöðva þessa blæðingu þannig að við getum farið af stað og taka stórar ákvarðanir. Ég var í gær að keyra frá Kaupmannahöfn til Malmö að sjá stórkostlegan handboltaleik og keyrði yfir brúna, yfir Eiríksund og ég hugsaði þegar ég var að keyra yfir þessu brú, vá hvað þetta hefur verið stór og hugrekk ákvörðun á sínum tíma að fara í þessa innviðaframkvæmd sem að hefur væntanlega skilað sér margfalt tilbaka. Ég saknaði þess pínu að við í pólitíkinni getum tekið svona stórar ákvarðanir fram á veginn fyrir næstu kynslóðir. Það kostar sannarlega sitt, en ég held að þessi ríkisstjórn sé með augun nákvæmlega á þessum boltum, taka til í ríkisfjármálunum, koma böndum á hallareksturinn, til þess að eiga afgang, til þess að fara fjárfesta og skila innviðunum þannig að þeir séu ásættilegir og vegna þess að við erum auðvitað líka bara í samkeppni við heiminn. Ert hér að boða brútleigja, heyri ég. Ég meina, það er stór og djörf ákvörðun. Það þyrfti allavega sko miðað við hækkun veiðigjalda sem að lögðast á útgerðinni í Eyjum sko, þá þyrfti ríkisstjórnin að smíða Herjólf á hverju 2 ára tímabili, sko, nýjan Herjólf. Þetta er mikil einföldun, sko. Ég held að þetta sé líka bara ólík nálgun í pólitík. Sko, annarkvort trúir því að þú getur leyst allan vanda með því að bara skatta meira, setja hærri gjöld og hærri skatta, eða horfa til þess að hvernig blæstu lífi í fyrirtækinu og atvinnulífi í landinu til þess að auka verðmætasköpunina og þannig færðu meiri skatta inn í kerfið til þess að fara í stóra framkvæmdir. Þannig þetta er bara þetta er ólík pólitísk nálgun. Segja, sko, við erum í samkeppni við allan heiminn og ég á því miður bara allt og mikið af vinum sem að hafa kosið með fótunum, fara í nám erlendis, koma ekki heim vegna þess að við erum bara ekki alveg samkeppnishæf þegar kemur að kjörum ungs fólks. Og þar held ég að við þurfum bara að þóra pínu og taka líka umræðan á kannski aðeins yfirvegari og þroskaðri hátt en hefur Hvað er það sem að við rætur vandans. Ég meina, hvers vegna höfum við ekki náð tökum á verðbólgunni? Mér langar að fara aðeins svona Mætti aðeins Þess vegna eru vextir alltaf hærri hér en annars þetta var mjög falleg ræða hjá Maríu Rut og hún var að lýsa öllu fögru og svona skjóta öðru hvori, þetta væri svona allt fortíðin að kenna, svolítið svona Biden-tónnin sem að fólki er með hérna, en sko staðreyndin er þetta svo að lífskjör á Íslandi stjórn sem að leggja aukna skatta, þar áttur það hafa ekki sagt að gera það og ég vil kalla það hugrekki, að þá held ég að maður sé orðin, sko ég held að sé svolítið orðið þannig að stjórnmálamenn hérna á Íslandi, ég vil sjá ekki að þeir séu hérna að ganga svolítið langt í því hvernig þeir beita sínu valdi, sérstaklega með tilliti til þess að þeir fengu ekki umboð sinna kjósenda í það að auka skatta eða gera annað þvíumlíkt. Þannig að þetta er mjög sérstaklega. Ég ætla að lesa aðeins hérna, ég er ekkert að segja þetta sé endilega María sem þetta á við, en það er aftur á móti áhugavert að horfa á þetta í þessu ljósi. Höfuðdygðir mannfólksins, og þetta er satt Páll Skúlason og þetta er á blaðsíðu 66. Höfuðdygðir mannfólksins hafa gjarnan verið taldar hófsemi, hugrekki, sanngirni og viska en höfuðlestirni taldir hroki, höfund, níska, eyðslusemi, græðgi, heift og leti. Lestirnir eru raunar miklu fleiri og minni á meinfýsni, lostasæmd, ágirnd og telur hérna valdafíkn og fleiri.
Í stjórnmálum reynir mjög á allar höfuðdygðirnar, en algengustu og alvarlegustu lestirnir eru þar hroki, ágirnd og valdafíkn. Valdafíkn er vafalaust sá löstur sem almenningur gerir mest úr í fari stjórnmálamanna, en ég hef grun að fólki hætti til að rugla heilbrigði viðleitni þeirra til að öðlast völd saman við þennan löst. Auðvitað er fráleitt að lasta stjórnmálamenn fyrir að sækjast þetta völdum. Starf þeirra snýst fyrst og fremst það að ná völdum og beita því valdi sem þeir hafa. Hinar siðferðislegu spurningar eru þær tvær. Hvort þeir nái og haldi völdum með legum, prettum, svikum og misbeiti því valdi sem þeim er falið, eða hvort þeir nái að beita völdum sínum eftir lýðræðislegum leikreglum í þágu almannaheilla. Hlaðvarp er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13, en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og það er þetta sem að mér þykir svolítið svona sérstakt. Það er eitthvað skrítið við stjórnmálun í dag og kannski er það út af því að það er svo margt að hreyfast. Ég er spenntur fyrir því að tala þetta við Kristrún, hún er að koma henni eftir 3 daga, þannig að það verður spennandi að spjalla við hana þá. En það er eitthvað sérstakt í gangi, þú veist, við erum að tala ESB, eins og svo að sé hægt að segja þjóðinni það að ganga inn í ESB sé ákjósanleg hugmynd, að þá erum við ekki að fara þaðan út. Og í Silfurinn í gær þá var einmitt Dagur B og Sigurður Ingi og Jens Garðar ásamt Maríu Rut og Bergsteinn Sigurðsson var einmitt þarna að stýra umræðunum og Dagur B, og þá man ekki hver sagði og hvort það var Jens Garðar eða eitthvað sem að segir já, ég meina sjáðu bara Bretana hversu erfitt var fyrir það að fara út og Dagur B sagði já, og núna ætla að sjá þér eftir því út af því að þetta var svo vond hugmynd, en við þurfum að eiga það bara samræð, ef við förum inn í ESB þá erum við ekki að fara út nema að það verði lagt niður. Við erum aldrei að fara, ef það var svona erfitt fyrir Bretana, þá erum við aldrei að fara þaðan út. Og þá erum við komin bara í náttúrulega bara mjög einkennilegt stjórnarfar, þar sem að Von der Leyen og fleiri hafa talað það að tjáningafrelsi sé eitthvað sem að þurfi bara að vera lagt til hliðar í þá að almannaheilla undir þeim formerkjum að það er alltaf eitthvað sem að fólk er að tala sem að þið á ekki vera að tala sem er náttúrulega þessi sundrung sem ég var að tala áðan, þar sem þú vonast til þess að geta haldið pottlöginu nægilega fast niðri, þannig að það sjóði ekki upp úr, en augljóslega vita það allir að það síður endanlega upp úr, sem er náttúrulega mjög fyrirsjáanlega að fara að eiga sér stað í Evrópu á næstu árum vegna stjórnlaust galinnar útlendingastefnu sem hefur verið viðhöfð þar. Angela Merkel náttúrulega sem að var kanslari Þýskalands langt skeið, að stjórnmálaferill hennar er náttúrulega eitthvað sem að hort er á með allt öðrum augum í dag með við það hvernig hún rústaði orkuskap þar í landi og hafði sína óheftu útlendingastefnu og reyndi að þakka niður öll sjónarmið það að það væri eitthvað athugavert við það. Þannig að ég, eins og segi, það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig þessu vindur fram og ég held að reyndar að allt þetta sem ég er búin að ræða í dag, þá er ég að tala félagsvísindir, stjórnmálin, útlendingamál, umræður Evrópusambandið og fleira. Ég held að sé allt samofin fyrirbæri í því sem að byggir einmitt á því að sundrung sé algjör grunnforsenda fyrir því að við tökum ákjósanlegar og skynsamlegar ákvarðanir í öllum þeim málum, sérstaklega núna eins og ég hef rætt svo ofta þegar það voru með fleiri svona kubba á lofti, það er að segja það er margt í loftinu og það er erfitt að halda utan alla þessa kubba og með það að leiðarljósi þá er einmitt
mjög nauðsynlegt að við hámörkum tjáningafrelsið, hámörkum eðlilega sundrungu, ekki að hámarka sundrungununa, heldur að leyfa fólki að vera með ákveðna sundrung. Málefnaleg sundrung algjör grunnforsenda fyrir góðum ákvörðunum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og ef við leyfum ekki sundrungu og ætlum bara að nota þetta orð í undir neikvæðum formerkjum, að þá munum við taka óskynsamlegar ákvarðanir. Og kannski bara með það í huga, þá ætla ég að segja þetta gott í dag. Partus.is, /einpæling, ef þú vilt fá þennan þátt án auglýsinga og undan öðrum, viku undan öðrum. En ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube, þá máttu endilega gera subscribe á þessa rás. Þá færðu alltaf, og reyndar haka í bjölluna, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta en þú getur haka í bjölluna, þá færðu alltaf meldingu það þegar nýr þáttur kemur út, en endilega líka eiga viðskipti við þá samstarfsaðila sem að ég með, út af því að mér þykir mjög vænt þá, og mér þykir líka mjög vænt að sjálfsögðu mína áskrifendur, en ef að þið viljið styðja við þetta hlaðvarp, þá megið endilega líka bara eiga viðskipti við þessi fyrirtæki og láta þið vita að þið séu þar fyrir tilstilli þess að þið voruð að hlusta á þetta hlaðvarp. Það hjálpar mér líka. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.